Ég heiti Héðinn Halldórsson og ég vinn hjá Evrópuskrifstofu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í rauninni sem við fjölmiðlun, við miðlun. Ég er mjög fjölbreyttum verkefnin í rauninni, hvort sem það er krísustjórnun, það getur verið Úkraínutengt, ef við erum að tala um innan álfunnar Evrópu og svo bara allt sem að viðkemur heilsu og þá snýst þetta bara um að miðla til ríkisstjórna og til almennings, framleiðsla á efni, samskipti við fjölmiðla. Þetta er mjög fjölbreytt. Það sem ég er að gera. Ég hef unnið hjá Sameinuðu þjóðunum í líklega rúman áratug hjá 3 stofnunum, UNICEF, OCHA og svo WHO. Þær eru mjög ólíkar. Ég er í dag hjá WHO. Það má kannski segja að fyrir heimsfaraldur var WHO stofnun sem að líti bara á og var mikið til í bakgrunnum og hún er ráðgefandi til heilbrigðisráðuneyta og til yfirvalda, heilsuyfirvalda út allan heim. En eftir faraldur þá er sú mynd gjörbreytt og fólk í dag veit mun meira stofnunina og hvað hún gerir. UNICEF er klárlega eitt þekktasta brandið og þekktasta stofnunin innan undir þessari Sameinuðu þjóða regnhlíf. Og það er mjög gaman að vinna fyrir hana því að þeir eru svo faglegir og þeir eru svo sterkir þegar kemur að fjölmiðlun. Og þriðja stofnunin er svo OCHA sem er í rauninni samhæfing neyðaraðgerða í viðbrögðum Sameinuðu þjóðanna í krísum út allan heim. Ég vann fyrir hana í Sýrlandi. Aftur þetta eru mjög ólíkar stofnanir, svo sem er þekktust og er hvað best smurð þegar kemur að miðlun upplýsingar, það er klárlega UNICEF. En hins vegar hvað varðar tækifæri þá er WHO með gríðarlega stórt audience og það talar út mjög breytt í dag eftir heimsfaraldurinn. Þannig að sú stofnun í dag, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, hún er kannski þeirri stöðu í dag og hún er að fylla skó og fylla hlutverk sem hún hefur fengið eftir faraldur sem hún kannski hefði ekki burði til áður. Ég vann á RÚV í gamla daga, ég var fréttamaður í erlendum fréttum á RÚV og það var markvisst, ég hafði mikinn áhuga á því, ég hafði áhuga á heimsmálum og það var svona fyrstu dyrnar sem að ég náði að opna. En ég vissi alla tíð að mér langaði í þessa átt, svo tók ég meistaragráðu masterspróf í þróunarfræði í Bretlandi. Ég stúderaði arabísku stutt í tíma líka í stuttan tíma til þess að bæta á mig í raun og styrkja minn prófíl. Og svo það sem í raun kom mér inn í þetta kerfi var að ég fór á viðbragðslista og þetta er margir slíkir yfirleitt hjá NGOs eða það er að segja hjá minni samtökum og ég fór í gegnum dönsku flóttamannahjálpina þar sem að ég með minn prófíl fór inn og þá virkar það þannig að Sameinuðu þjóðastofnanir koma til samtaka eins og þeirra þegar það vantar skyndilega fólk á vettvang og svo gerðist það bara að UNICEF vantaði mann í Jemen og þeir báru viðirnar í dönsku flóttamannahjálpina og minn prófíl lá þar og 10 dögum seinna var ég svo komin til Sana í Jemen og það opnaði þess til, það var fyrsta UN starfið mitt og svo sinnti ég því í tæpt ár og þá í rauninni komið fótinn inn fyrir og þá veit UN stofnunin hvað þú getur og hversu ert megnugur og hver þinn prófíll er og svo leiðir það eitt leiðir af öðru og þá ertu í rauninni komið fótinn inn fyrir þröskuldinn. Bara til að gefa einhver dæmi, ég er nýkominn frá Líbanon þar sem að ég var í miðlun upplýsinga neyðaraðstoð. Ég er á leiðinni til Grænlands að fara að vinna verkefni andlega heilsu. Slóvenía er annað verkefni. Þar erum við að fjalla í rauninni sjálfbærni heilbrigðisþjónustu og endurvinnslu innan heilbrigðisþjónustu af því að sjúkrahús ein og sér og heilbrigðisþjónusta getur verið skaðleg umhverfi. Það er margt sem að fellur til þar. Vinklar sem að kannski maður ekki velti fyrir sér af því að heilsa kemur inn svo víða. Það er til að mynda mansal. Oft á tíðum þá fara fórnarlömb mansals í gegnum heilbrigðisþjónustu og þar er eitt okkar verkefna sem við höfum verið að þjálfa heilbrigðisstarfsfólk í er að bera kennsl á þessi fórnarlömb mansals þegar þau koma inn á heilbrigðisstofnanir til að geta gripið þau. Annað mjög stórt verkefni er í rauninni bara viðbúnaður líka eftir heimsfaraldur. Það hefur brunnið dálítið við eftir COVID að
það sé tilhneiging til að sofa á verðinum og við höldum áfram og látum eins og ekkert hafi í skorist en hins vegar viðbúnaður og vöktun eitthvað sem að þarf stanslaust að fara fram og allra seinast kannski það konsept sem að við getum íslenskað sem ein heilsa, One Health, sem rauninni bara það að mannskepnan lifir ekki ein heldur hún háð vistkerfum og hún háð velferð dýra og enn og aftur það þessi COVID-tenging að við séum meðvituð að við séum hluti af stóru kerfi þannig að ef að dýravelferð ekki í lagi eða ef að við röskum vistkerfum of þá erum við búin að höggva í okkar eigin tilveru. Þannig að það eru þessir heilsuangar í hverju einasta máli, í hverju einstu frétt sem þú horfir á fréttatíma, þar heilsuangi. Það sem að veldur því að flóttamenn fara af stað, uppskerubrestur eða vatnsskortur sem að veldur því að átök brjótast út. Það þessi heilsuangi þarna í öllum þeim fréttatímum sem þú horfir á í fréttatíma og það það sem að mín svo vinna snýst að vinkla og miðla upplýsingum heilsuangin á þessum stóru fréttum. Ég vann fyrir Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina í gegnum heimsfaraldurinn og það líklega, það náttúrulega verið mörg krefjandi hlutverk en þetta líklega eitt af þeim meira krefjandi. Við vorum 8 manna teymi í Genf og við unnum bara við að miðla upplýsingum til þess að leiðrétta upplýsingar af því að upplýsingaóreiða var náttúrulega stór hluti af því sem að gerðist í heimsfaraldrinum og enn og aftur við vorum 8 manns að taka við fyrirspurnum frá fjölmiðlum allan heim og það gæti verið lítill lokal fjölmiðill í Suður-Afríku eða það gæti verið stóru fréttaveiturnar og einhvern tímann reiknaðu út að þetta voru það bil ein fyrirspurn á mínútu. Þannig að ef þú varst á þessum receiving end, þess að taka við fyrirspurnum fjölmiðla, þá hafði verið 60 sekúndur til að ákveða fyrirspurnin þess virði að bregðast við henni, hver markhópurinn, hverju mun það skila ef ég bregst við og ef ég ætla að bregðast við, hvernig á ég þá að gera það? Ætlum við að díla við það á landsleveli, héraðsleveli eða á glóballeveli, hver talsmaðurinn, hver eru upplýsingarnar? Þannig að kannski álagið, af því að það voru þetta var eina stóra fréttin í nokkur ár og að vera á þessum enda að miðla upplýsingum frá höfuðstöðum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar var eitt af því erfiðara sem ég hef gert. Hvað varðar Sameinuðu þjóðirnar kannski endurnýjun stofnana og það traust. Sú heimsmynd sem við búum við í dag, hún allt önnur en hún var fyrir nokkrum áratugum síðan. Þannig kannski aðalega það. En svona hvað varðar mín störf og það sem kemur hann á borð til mín og það sem ég sé sem ákveðna rót, það í rauninni umhverfismál. Að því að það alltaf hægt að tengja þau í svo ótalmargt. Enn og aftur, hún tengist flóttamannastraumi, hún tengist átökum, hún tengist því sem við köllum One Health. Það þessi rót í mörgu af því sem að plagar okkur í dag. Og þangað til að ef við ekki veitum því athygli, þá kemur það í bakið á okkur. Líka umhverfismálin eru þannig, við sem mannskepna erum þannig gerð og okkur hættir til að líta á þá ógn sem við sjáum af því að það eitthvað sem að hönda á festir og það eldsvoðið sem við sjáum en þegar ógnin sígandi og þegar hún hæg, þó hún sé miklu stærri, þá hættir okkur til þess að veita henni ekki þá athygli sem hún á skilið. Og kannski aðalega þetta sem að ég sé sem áskorun og okkur hættir til að leysa úrlausnarefni sem við getum greitt fljótt og vel úr en hins vegar báknið, stóra aldan sem ekki augljós, þó hún sé það í dag, okkur hættir til að veita henni ekki næga athygli. Það jarðvarmi, það endurvinnanleg orka, það eru jafnréttismál, málefni friðar líka og það að Íslendingar séu plaseraðir í þessu kerfi og við notum okkar rödd, brýnum hana að því að það hlustað og við höfum sama atkvæðisrétt og aðrar þjóðir og það þessi sérhæfing okkar, þar sem við stöndum sterk, fyrst og fremst jafnréttismálin sem algjörlega gefið að við beitum okkur fyrir. Ef ég á að hugsa afrek og þá ég kannski líka pælið því að það ekkert allt sem að fréttir eru fluttar af. Oft
umræðan neikvæð yfir það sem illa fer, sem í rauninni bara eðli frétta. En hins vegar svo ótal margt sem að gerist bak við tjöldin og það gerist af því að það eru strúktúrar og það eru kanalar og það fólk að vinna bak við tjöldin en þú ferð ekki endilega að því fréttir. Það ekkert sjálfgefið þegar land hrynur eða yfirvöld fara frá eða það ekki sjálfgefið þegar það verður hungursneyð og hungursneyð nota bene alltaf á mannavöldum. Það ekki sjálfgefið að það skarð sé fyllt og það sé snurðulaust. Að sjálfsögðu verða mistök en hins vegar mjög sterkar stofnanir sem að þú stökkva til. Þú getur tekið Líbanon eða Sýrland sem dæmi. Í Líbanon 1,5 milljón sýrlenskra flóttamanna. Það ekki sjálfgefið í rúman áratug að þeim sé veitt menntun og að þeim sé hjálpað til þess að hafa í svo á. Það heldur ekki sjálfgefið núna þegar við erum búin að horfa upp á Sýrland falla og stjórn þess breytast að það gangi snurðulaust fyrir sig án mannfalls eða án þess að stofnanir loki, án þess að þjónusta loki og þau skörð sem það þarf að fylla. Þetta gerist ekki sjálfur sér og það kannski það. Það auðvitað að gagnrýna Sameinuðu þjóðirnar og við eigum tvímælalaust að gera það og ég geri það sjálfur. En hins vegar alveg ótalmargt sem maður ekki gerir sér grein fyrir að það eru kerfið þarna og þau virka. Ég var einhvern tímann í Súdan og ég var að taka viðtal við kollega minn. Og hann var fyrrverandi barnahermaður og svo segir hann mér sína sögu sem var sú að hann var ólæs og óskrifandi, hann var 12 ára og hann hafði verið hrepptur í ánauð og var á ferð með sínum flokki og þeir fara gegnum hús sem brunnar húsarustir Rauða krossins. Og hann tekur upp bækling, eitthvað pésa og hann ólæs nema hvað einn af öðrum hermörunum í þessum flokki, hann var læs. Og svo eldri kennir þessum yngra að lesa og það vill þannig til að þessi pési sem hann hafði tekið með sér var barnasáttmálinn og voru upplýsingar Genfarsáttmálann. Þannig að hans fyrsta lestrarbók, þessa 12 ára stráks, verða þessir þunnu skilmálar og þessir sáttmálar og þessi afurð UN-kerfisins og Rauða krossins. Og þetta var bara svo hönd á festandi og þetta var svo ofsalega sterkt að hans fyrsta lesefni hefði verið þetta. Og þá verður hann sér meðvitaður hver réttur hans og hvernig á honum brotið, sem svo verður til þess að hann að flýja þennan herflokk og bankar upp á í þorpi sem þeir voru að fara í gegnum að næturlagi hjá Rauða krossinum og hann fær hjálp. Ég myndi mæla með því að fylgjast með fréttum og láta sig máli varða, taka þátt í klúbbum, í skólum ef möguleik taka þátt í sjálfboðastarfi, sækja námskeið, velja sér nám við hæfi og það mjög fjölbreytt. Þú getur stúderað þannig sem hvað sem að því að undir þessari reglu Sameinuðu þjóðanna eru störf á svo ótal mörgu tagi. Það getur verið lógistík, það getur verið gervigreind, það getur verið mannfræði, það getur verið stjórnmálafræði og vera próaktífur, hafa samband við félagasamtök, fréttamiðla, láta hluti gerast og hringja og í rauninni bara til að sækja sér upplýsingar sem að þá getur leitt af sér. Og leið og nafni manns fer að heyrast og leið og maður fer að skapa sér network, þá byrjar boltinn að rúlla.